Höllina Egilshöll. Það held ég klukkan orðin 4 og það er föstudagurinn 31. ágúst í dag. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína og síðasti dagur ágústmánaðar, það er að detta á formlegt haust, heldur betur. Með flott line-up í dag, það er endara engin Öddi, það er engin Steindi. Þeir eru á Ítalíu, Frikki Dóra var að gifta sig í gær og óskum Frikka innilega til hamingju með það. Við erum hins vegar með góða gesti hér í dag. Á sínum stað situr Egill Einarsson, sæll og blessaður. Blessaður. Hvernig er gilsarinn í dag? Ég er bara aldrei betri. Já, það er svoleiðis. Hvernig er það að fara í því að það er að koma haust? Ég er að horfa út núna og það er rigning og það er svona það er ekki orðið grátt alveg ennþá, en sumarið er að vera búið. Partí er að vera búið, því miður. Það er að vera búið. En hins vegar, er þetta ekki frábært fyrir þig? Nú ert þú að fara að fá fleiri kuna, fleira að fara í rektina og meira cash. Fólk rankar yfirleitt vissir í byrjun seft. Sko, fyrsti mánudagurinn í september, þá byrja geðveikin. Þannig að nú er mánudagurinn 3. september, núna dettinn, þá fyrst sérðu liðið tróðfylla gimmið. Það er sem er að fara að gerast. Já. Hins vegar, við hliðina á gilsarum situr gestastjórnandi dagsins. Hann hefur nú verið hérna áður og nokkurnu sinnum Jón Gunnar Geirdal Horny Tat. Já, takk, æðislegt. Jón Gunnar Geirdal Horny Tat. Sam og ég kalla mig. Hvernig ertu? Ég er frábær. Ocean View og haustadettinn. Hvernig er þetta nýja stúdíóð okkar? Mér finnst það geggjað. Þetta er allt annað heldur en þessi rottuhóla sem er búið að geima ykkur upp í henni í Skaftahlíð, sem er bara ykkur brandari. Ég held að það veri eitthvað djóka á okkur. Ég hef búin að kvarta í Richard í mörg árið. Já. Og nú erum við Ocean View og sér það fjallarna, Laugardalsvöllur. Já, þetta er bara allt annað og æðislegt. Landsleikur á morgun. En það er komið haust. Það er alveg bara á mánudaginn skólabyrjuð haust. Allt búið, Vestlamannhelgi, menninganótt, game over. Er sumarið búið? Ertu að segja það? Já, þetta er svona rútínakikkin. Ég er þetta mikill rútínumæður. Ég er gaman að því þetta rútínakikkarinn. Þetta er samt þreytt þetta land. Þú veist hvað, fengum við 3 sóladaga í sumar, sko? Já. Pældi því í ágúst, og það er styrlu staðrind, það eru búin að vera fleiri sóladagar í ágúst í Reykjavík heldur en samanlagt í júní og júlí. Já. Ágúst var fín, júní, júlí skeitt. Já. En það er nú svona eiginlega, þú veist, það verður að vera í lagi júní og júlí, það eru svona eiginlega sumar mánuðir. Maður vill fá þetta þá er allir í fríi, þú veist, því ágúst verður að tínast aftur í vinnu og vesen, sko. Erfitt fyrir gólsjúklingin en Richard samt að fá slæmt veður sem sko. Já. Þetta er ekki bóra gott. Ég veist ekki það, Skýrhausin getur kvarta lítið, hann fyrir náttúrulega bara oftast út til útlanda með höðatölu, sko. Þannig að þú veist. En finna að ég fari með Agli út og hann er alveg bara í skugganum. Já, hann vælir yfir hitanum alveg rosalega, það er ógæðslega fyndið, sko. Og meðan ég lá á okkur sólbekk eins og Hvalur að vera að marinera með hana, þá var hann bara undir einhverju sólhlími tölvuna sína. Hann er með svona eitthvað rauðhært gen eitthvað, hann þolir ekki sóluna. Stundum verður bara of heitt, það er bara þannig. Ég ber alltaf vörð 50 á mig. Vörð 50? Vil ég bara fara í kafarabúning? Er eitthvað að þér það? Ég ber þetta á börnum mín, sko. Þeir eru 6 mánuðir, sko. Þegar sólinn hérna Vörð 50? Þetta er eitthvað svona vampíru effekt. Hann er betri á biffanum bara kl. 4 búin að planta sig í myrkrinu. Hann er betri þar enn í sólinni í hádeginu, sko. Sólinn gerir þig old piece of shit, sko. Sólinn, wow. Er það svoleiðis það? Já, hún eldir þig. Staðarend, sko. Já, en við þurfum ekki að ágjöra því á Íslandi. Með þess að þú er sett og onni í gegnum tíðina, þá myndi ég hafa minnstar ágjöra sólinni, sko. Lagergómandi fara alltaf að tana. Já. Þú veist, þegar ég var lagergómur, þá elskaði ég að liggja bara í 12-15 tíma straight að tana. Já. Ok, síðan var ég að kynna mér þetta. Þú veist, Victoria Beckham og David, þau bara kíkja sólinni mestalagi út í 5 mínútur með vörð 100. Þú fóst úr lagergómunum í IKEA í Victoria Beckham og David. Já. Það var ekkert þarna á milli. Það var ekkert á milli. Ég er búin að kynna mér þetta. Já, með vörn 100 sem er basically það þau fóru ekki út. Sólin er the enemy. En við erum með þéttan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að byrja slúðurinn hér eftir smástund. Ég sé hérna Egill Einarsson, hann er með spurningakeppni. Já. Hvaða konsept ætlar að bjóða bara í dag? Sko, út af því að fólk er að komast í rútínu eftir sömarsökið, það fannst mér vera sniðugt að koma með King of Healthy Lifestyle. Já, er ég að keppa Richard í King of Healthy Lifestyle? Nei, réttu með byggarinn. Heldur þú að pakka hún saman það? Já, ég er nokkuð vongur. Ekki það, þú ert með spurningarnar, það getur alltaf verið alveg út og kú, sko. Þú hljómar í útvarpinu svo sér 6% tvita, ekki drepa mig hérna, sko. Ég er ekki það, sko. Ég hef aldrei verið 6% tvita, ég var ekki því fættist, sko. Pakka mig saman og slaka þess á, sko. Já, kemur bara ljós svo eftir. Já. Þetta er ekki flókið, sko. Ég sé líka hérna
Ok, ég er nú pínu ágjörð þessi spurt og svaraði. Okkur það alltaf þegar ég Nei, sko Sköllótti krakkar landa alltaf fara að senda mér inn Pottið einhver 9 ára pizzasali og blöndósi Veist Ég er of þungur, ég er of sköllóttur Ég er búin að bara pizza í 4 mánuði samfleitt Þetta er alltaf Get svari Sko, þú veist, það er ekki hugmyndu að kemur hún eftir Þið eru fyrir sjáanlistu fáiðar Og ég þekki fáiðar sko. Já, ok, skýr hausinn Ok, ég er með nýtt tvist í þetta Í fyrsta skipti opnaði fyrir spurningar erlendis frá Já, einmitt Þannig að sko út af því að það búið að vera mikið áreiti undanfæri hvenar ég ætla að leyfa fólk bara utan á heimi að spyrja okkur félagana Your global fans Þannig að það eru 2 útlendingar með spurningar í spurt og svara þetta Þá kem ég að spurningu hvernig í anskotunum veit ykkur John Smith hver ég er að hver tatt er Það eru heimsfræðir kannski út af því Ég skal lofa því, þetta er eitthvað sköllóttur John Smith í New York að senda sem hann álpaðist inn á einhvern pizzastæði í morgun Þetta er 100% eitthvað svoleiðis Nei, við sjáum bara til, þetta eru 2 spurningar frá okkur 2 frásum Eða golfsjúklingur sem á kleinur ekki að búið sko, þetta er eitthvað svoleiðis sko Ég er strax orðin að kviða fyrir þættinum en við verum með fastaliði líka eins og hvort myndir frekar og myndir fyrir Kess, þetta verður þéttur þáttur hjá okkur í dag og við ætlum að byrja á hressu lagi held ég þið er að hlusta á FM 957 og með ykkur í dag er Tatman og Richard hér á FM Þetta var líklega besta kynningin Þetta verður fyrsta og eina kynningin hjá Gilsarunum í dag Wow, Þessi var rosaleg Nei, hún var ekki rosaleg Það er bara á reynu Herru, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og þú ert með slúðupakkan Já, ég viðurkenni það Þetta er gott slúður hjá mér í dag Ég er búin að vanda með ekstra ég og Gilsi, við hittumst á Aski hérna í hádeginu Já, hvað ár var? Var ekki 1987 eða? Ég spurði það já sko Var Mímis bara lokaður eða? Ég elskar góða Bernes en hvað er að gerast með ykkur trösk? Þið eru svo með þetta Þetta er við hliðin og þetta Já, stutt að lappa á Þetta er Suðurlandsbraut Ok, þið voru á Aski Já, vorum að preppa þáttinn og ég er búin að fara yfir allar slúður síður sem hægt er að fara yfir Ok Við ætlum að byrja á gæja sem heitir George Garofano sem ekkert allir kannast við en það er maðurinn sem að dreifði nektarmyndum af leikonu Jennifer Lawrence og fleiri stjörnum eins og Ariana Grande Kirsten Dunst leikonu og fleirum hann var semst verið að dæma hann í 8 mánaða fangelsi og auk þess verður hann undir eftirlit í 3 ár eftir hann losnar sem sagt hann braust ólulega inn á Apple iCloud aðgang Lawrence og fleiri stjörna og allir því að myndir af Lawrence og fleirum fór í dreifingu á netinu Hann er komin í jaili í 8 mánuði Já, fyrir að vera að hakka og ná í berðast að myndir af skvísunum Já, og grófari myndir en það svona, allavega sem ég las þá var Jennifer Lawrence, þetta var ekki bara einhver rassamynd, þetta var svona aðeins grófara Já Þannig ég spyr, þú veist 8 mánuðir Já, ok, vissulega mikill glæpur og ekki það, bara ógeðslegt en hvernig dettur svona stjörnum í hug að vera að geyma þetta inn á símanum sín Þetta er líka það sem ég gerði daginn Richard, þú mútt takka mig fyrir þetta setna því ég loggaði mér á síman og dílita öllum þessum myndusjónum á símanum Þessu og það mun sko ég segja það, ég var að bjarga lífinu Ok, Latti Hallarsson Ég sá bara nokkra, þetta var réttið þér, þú bjargaði lífans En ég meina, ef þið væri bara þetta flægir myndið þið geyma svona í alvörinu á símanum Ekki undir neinum kringumstæðum Ég held sér góð regla bara að sleppa þið sko Já Það er mögulega góð regla Það er alltaf einhver sveittur gæi í LAN-hólunni sinni að reyna að hakka símaðin sko Já, 100% Það er 100% núna að hakka símaðin Richard Ég meira þess að sjá mynda þessum gæja sko Þetta er einmitt gæi sem býr í einhverjum kjallara sko er mikið að vinna með svona 6-7 tölvur í einu Já, sem er heima hjá fóldur sínum 100% sko Já, en hann er alltaf komin í 8 manna fangelsinn en þú veist, maður hugsar svona þú veist, alltaf maður frið í fangelsinu Þú veist, þetta er gæin sem hakkaði inn þessa myndir og En er þetta ekki samt eitthvað svona saga þú veist, svo fer hann út úr jailinu og skrifar bók það að hann hafi stólið þessum myndum og geti bara meikað og ekta svona Hollywood svona verið bara anti-gæn Það er eitthvað nóg að gera á Jennifer Lawrence hún er í toppmálum Já, mikið aðdáð Tekið ást að leika hann í Hollywood held ég Herðu og næstur Piers Morgan sem þið kannastum vel við Það er gaman honum Já, hann er orðað þannig, hann fór að fara í slægi sem aðrir er ekkert að snert á Já, hann er í leiðisslag mjög oft Já, hann sem sagt var að gaggrina tímaritið Cosmopolitan fyrir að hafa fyrirsæti yfirstærð á forsíðu sinni Þessi fyrirsæti heitir Tess Holiday
hún er semst á forsíðu breska Cosmopolitan í október og Morgan setur semst á Instagram síðuna sína setur semst mynda þessari forsíðu og segir þetta er forsíðan á Cosmo, nú þarf að Bretland berst við offitu vandan sem aldrei fyrr. Mér skilst að við að líta á þetta sem stórt skref fram á við í líkansverðingu Fílíkt rugl eða what a rubbish. Wow. Og hann er bara, ef þessi myndið byrst á Íslandi hann verið að grafa hólu núna sko. En nú hugsa ég Holiday svaraði sig hann fyrir sig og sagði ég er bandarísk og þarft ekki að hafa áhyggjur af mínum feita rassi sem þetta geggja svo hafði frekar áhyggjur af því að þú ert anstekkileg manneskja sem vælir við því að vera mín á forsíðu glanstímarit sem hefur áhrif á þitt þröng sína líf. Já, og hann er búin að fá frekar mikið skít fyrir þetta en sko nú hugsa maður vill eiginlega ekki snerta á þessu umræði en ég meina þú veist Piers Morgan er að segja er eðlilegt að vera bera að þetta sé eðlilegt þú veist hann er bara að taka hann að slag segjum að Richard var í plus size model og við myndum henda honum fram á vikuna hann er að plus size model já og segjum við myndum henda honum fram á vikuna í skílunni var það ekki bara frábært þetta er bestu hugmynd sem ég heirt sko en þú veist þetta er ekki plus þetta er svona aðeins meira en plus size model þetta er þetta kona sem borðaði Ríkard þannig að þetta er svolítið meira og Piers Morgan hafði ágjörð þessu já hann allavega málega er að Piers er kannski komið með punktin að ok það eru sjúkdóma sem fylgja því að vera offitsjúklingur ok, það er margar ansvönd sína það en þá bara aldrei að sína fólk sem hefur borðað hann er kannski komið með þann punkt hún er líka komið með punktinn að veist, það er ekki jákvæmt að vera niðurlega þegar að vera of þungur bæður með frábæra punktarna en ég peppaði mikið að Richard hendi sér í skíluna á fórsíðu vikuna og ef einhver er að hlusta sem ég sér vikuna þá sé mín að Richard hvað sé mín að Richard? Hann er ekkert Förum í næsta móla endum að Kanye West hann þurft að biðjast afsökunar ekki í fyrsta skipti sem hann þurft að biðjast afsökunar gaman að Kanye hann er snillingur í músík hann er alveg kúkú í hausnum sko ef ég væri Kanye þá myndi ég bara vera með eitthvað gæja alltaf við hliðin á mér og segja hvað ég að segja núna ég er ekki að vera leiðilega þú ert ekki Kanye sko já bara verður í stúdíónu Kanye sem betur fyrir er ég ekki Kanye ég er ekki að vera leiðilegur þú ert ekki Kanye nei sem betur fyrir er ég ekki en hann sem sagt lét ummæli falla í þætti hjá TMC þrælahald er hann í viðtölum hver einustu viku hann gerir ekki hann tróða sér í viðtöl og segja eitthvað kjafta og kann ekki halda kjafti sko hann sem sagt var að tjá sig þrælahald svartra og hann sagði rauninni að þrælahald svartra hefði hljómað eins og val og hann sagði þegar þú heyrir þrælahald í 400 ár það hljómað eins og val þetta fór ekkert sérstaklega vel í bandaríkjamannin í félaga hans já og hann er sem sagt svo er hann að reyna að afsaka sig og segja að þetta hefði verið slitið úr samhengi það er alltaf gott að koma með öfsökun þetta verið slitið úr samhengi hversu oft maður heyrt þetta slitið úr samhengi Trump, vinnuðin Egil hann notar þetta ítrekkað slitið úr samhengi og fake news sem er geggjað sko þannig að Kanye er náttúrulega bara ekki það hann er geggjaðu músikant en þegar kemur að því að tala gaman á hann í viðtölum ég held að Peppan haldi áfram á hann í viðtölum já, hann er bara svo mikil trúður sko þeir eru trúðar, en hann er trúður sko skemmtilegur á Twitter líka já ég hugsa bara ef ég væri Kanye þá myndi ég vera bara með gæja alltaf og svo bara kemur spurninga með hópa á kvísleg hvað ég að segja næst já þetta væri nákvæmlega það má ekki vera réttskoða Kanye nei, svo er þetta lítrikt og skemmtilegt líka sko segðu Kanye aftur með hreimnum Kanye slúrið búið í dag Tösku- og hanskabúðin eigum gott úrval af fallegum hönskum fyrir dömur og herra sendu frítt allt land Tösku- og hanskabúðin við Hlemm th.is Það sést hver í borða Walk-On þú veist hvað ég meina Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi hollur og ferskur asísku matur Haustmarkaður netverslana 1. og 2. september í Víkingsheimilinu stærsti netverslanamarkaður á Íslandi láttu sjá þig Má grilla þetta? Steik. Þetta er spurning sem svarar sér sjálf. Komiði bara í stærsta kjötborð landsins. Krónan. Biljardbarinn fyrir vinkonurnar. Biljardbarinn Faxafinni 12. Páll Óskar á Spot. Laugardaginn 1. september. Dressið ykkur í danskona, pantið ykkur leigubíl og skellið ykkur á pallaball í Kópavoginum. Miðasalan er hafin á miði.is og það kostar aðeins 2500 kallinn. Hlakka til að sjá okkur á skemmtilegasta ballinu sem þú kemst á þessa helgi inn á Spot í Kópavogi. Netlagnabúnaður í úrvali. Öreind Auðbrekku tengir þig við framtíðina.
Hvar á að borða? Ekki fara í eitthvað radleik í hausnum á þér. Komdu bara á Grillhúsið og veist það klikkar ekki. Grillhúsið er alltaf svarið. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Hey Fonsi. Edgemella Kulba heitir þetta lag FM 95 Blö hér á föstu degi og það er komið að því að fara í hvort myndirðu frekar. Shit, þú er ekki með það. Það er alltaf... Já, Ríkard hann er erfiður þarna. Já, þetta er vel ekki eðlilega spurningar. Það er svona tveir bara vonlausir valmöguleikar. Já. En þetta eru hins vegar tveir kostir og þið þurfum að velja annan kostin. Annar kosturinn á að vera skárri heldur en hinn. Já, en það sem þér finnst skárra, Ríkard, það er hins vegar bara eitthvað rannsóknaratriði, en ok. Já, það er mjög góð punktur. Ég hef farið í hvort myndirðu frekar hardcore. Ég ætla ekki að fara í það í dag. Ég ætla að fara í hvort myndirðu frekar semi-hardcore. Já, ég er samt hræddur sko. Semi-hardcore. Eru klárir? Klárir. Þetta eru 3 spurningar og þetta er mjög einfalt og hlustendur að sjálfsögða að taka þátt. Í bílum hvort myndið þið frekar. Fyrsta spurning. Hvort myndið þið frekar? Vera atvinnulausir þar sem eftir er eða vera án framtanna þar sem eftir er? Án framtanna? Já, sem er geggjað útlit. Það er ekkert sérstakt í viðkynna. Já, sko, en hún er plummaði vel í Bretlandi vissulega. Já. Hvernig er við að borga reikningana félagarnir? Já, það er góð spurning. Með án framtanna mennur við það? Já, þú getur alveg verið með fjárþjálfan þó sért ekki með framtennur, sko. Það er hár rétt. Já. Þú getur alveg selt pizza þó sért ekki með framtennur, sko. Ég er atvinnulaus eða ekki með framtennur. Já. Ég er ennþá sköllóttur, ég er mínus framtennur eða atvinnulaus. Já. Man getur ekkert annað en valið það að losna við tennunar, veitur. Hvað maður bara vera ekki að hanga heim allan daginn bara og... Já, mæla götna bara. Ekki 1 króna inn í bankar og hvernig að borga internetið. Ég hugsa að Þröstur í sporthúsinu myndi hendaði líka satta kortið að maður getur verið þar 6 tíma á dag. Já, en hann kemst ekki til tenni eða í bísi eða hvert trúðurinn fer sko. En þú átt náttúrulega konu. Já. Og menna það bara, hvað segja, þú eru bara að fara að vinna. Já. Ég er bara heima. Ég hef aldrei þetta, ég þarf að vera atvinnulaus. Sko, þetta er alltaf ég var einu sinni með það stórt frekjusgarð að það leit eigin út fyrir að ég væri framtölulus. Já, ég sé það. Það geti bíl keyrt í gegnum það. og eftir að 14 árum í tannréttingar þá var þetta lagað sko. Þannig að ég veit alveg hvernig það er. Það er þreytt sko. Já. Skemmtilega að vera með tennunar sko. Þannig að þú vilt vera með $1 million smile atvinnulaus. En til miður þarf ég að greiða reikningana þannig að ég ætla bara að kippa tönnunum út til miður. Við hringjum í næsta tannlæknir. Tatman? Ég held ég verði að gera líka sko. Ég ætla bara að vera sköllóttur tannlaus sem er geggjað útlit fyrir mig. Ég myndi borga svo ímislegt fyrir að sjá okkur báða framtennulausa sko. Númer 2. Sitja í fangelsi 4 ár með morðingja sem hatar íslenska karlmenn sem klefafélaga eða giftast hvor öðrum og inn í því er allur pakkin, búskapur, samlið 3 í viku í 10 ár. Fangelsi strax. Okay. Ég ætla ekki að búa með allir einu sinni í 30 sekúndur. Og í hvaða lengi? 10 ár. Okay. Og það þýðir allavega samlið 3 í viku. 3 í viku? Annar hver dag? Það er ekki alveg annar hver dag. Það var eins að byrja með gömlu það. Já, þetta er 3 í viku. Já, ok. Sko, Tatman er held ég fyrir eitthvað þægilegur eiginmaður. Myndi ég halda. Sko, ef ég er að hugsa þetta. Já, endilega að hugsa það hversu góður eiginmaður ég er. Hvað er með það? Þú veist, hann var pizzastað og heldur með Manchester United. Hrikalega flottur. Hann elskar candy. Það er engin að tala um það. Heyrður ekki hvað ég sagði í samtöðu samlífið? Jó, bara Mán miðföðs með mér. Það er veistla. Já, ég meina frí helgar. Hann er í góðu formi. Góða staminu og ég meina ætlar að teikna þetta fyrir okkur. Hann er hlöpið 10 km undir 40 myndum sko. 39. Já, það er ótrúlegt sko. En hvað kemur það því við áttur að gifti mér í 10 ára? Hann var að segja þetta, Richard, að taka Já, ég ætla bara í fangelsi strax. Ég ætla ekki að búa með skýrastum í 1 mínútu. Í 4 ár, Tatman. Í klefa. Með gæja að hata þig. Ég þekki þig allt og vel til þess að velja hinn kostin. Ég ætla að vera gaman að búa með gilsa. Þannig þið eru eiginlega ósamála þarna. Já. Egill er að taka hjónabandið og Tatman er að vera í jail. 4 ár í jailinu eða giftur Tatman. Já, bara til 2028. Já, bara bestu 10 ára æfina. Við tvei bara í sófórum og Netflix og samlíf 3 viku. Geggjað. Ég nenni ekki að sjá þið berra saman.
Ekki eina sekundu sko. Hvað þá 3 í viku sko. Tettmann ætla að láta flega sér í jailin. Já, bara ég tekur rútur upp á hraun og eftir sko. Ég ætla ekki að sjá að skýra rífa svo úr sko. Það kemur ekki reyna sko. Það var að þriðja og síðasta. Hvort myndið frekar sitja á köku og japla á miðfæti eða sitja á miðfæti og japla á köku? Nei, Ríkard. Þetta er bara komið í útvarpið. Þetta er komið í útvarpið. Hvað? Sækinni. Hvað? Þú var, ég sá þetta Semi-hako. Já, var eitthvað að deila þessu? Það var eitthvað að deila þessu á Twitter, sá ég, og þetta er bara komið í radio, sko. Já, má plead the fifth eða? Hvernig er spurning? Sitja á köku og japla á Sitja ofan á köku. Já, og japla á miðfæti eða sitja á miðfæti og japla á köku. Þetta, ég alveg. Það er sko, nú fá FNÍ mail. Hvað? Þú fara mail. Þeir fann að berast sko. Það er núna einhver heima að skrifa mail. Nei, út af hverju? Af hverju? Ég meina, Egil, þú lítur nú að vera búin að hugsa þetta, Já, ég þú svona velta þessu fyrir Ég ætla að sitja ofan á köku og japla. Já, ég held við sitjum bara báðið hlið við hlið, bara býðið strætó. Herru, þetta þarf ekki að vera lengra í bili. Við höldum áfram með FM 95 Blö. Lullaby, FM 95 Blö, Jón Gunnar Geirdal, Egil nokkur Litli Einarsson og Richard. Rétt. Lullaby, núna var geðveikur núna þér. Lullaby. Já. Hann gerði þetta samt ekki með þessar rödd. Lullaby hér á FM. Þetta er ekki að ég sé stopnað FM. Nei, en takk samt. Egil, þetta var ekki á sketsjölun í dag því ég veit þú hefur orðið á móti. Hvað? Ég ætla að henda þér í lið sem að mér finnst ákveðlega gaman að henda þér í þegar við erum 2 saman. Nei, ég er ekki bara að segja raskat um þessu. Jú, það er bara nákvæmlega hann. Nei, ég er ekki bara að segja að ég hef gleymt raskat um Nei, við ætlum að tvista þetta aðeins. Egil er búin að gleyma raskatinn á sér í leigubíl á veitingastöðum og svona. En hann baði einu svona að endurskoða sér raskatinn, hingtu að endurskoða. Já, ég heyrði það var geggjað. Ég ætla að tvista þetta aðeins. Þú ætla semst að ringja í efnalög og þú ætlar að spyrja: jú, góðan dag, eru þið að hreinsa svona að þvó alls konar hluti eða ekki? Ég er ekki að vera að segja að ég vil hreinsa með raskatir, Richard. Það er ekki að vera að gera, sko. Ég er 60 og það er föstudagur klukkan 16:30. Ég get ekki beðið, sko. Herðu, útkverfa pappin, hringdi í efnalögina og þú ert að koma svona mjúklega að þessu. Já, frábært. Já, ekki opna strax á. Frábært er ekki, takk. Alls ekki fara beint í þetta. Hún voru að búa til smá spennu. Ertu klár í þetta? Nei. Ég er alltaf að koma með síma nú með þá bara ringi við. Efnalega, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þið þrýfið fötið ekki? Já, ég veit það ekki, heila nennið ekki. Svoleiðis. Já, Hvað get ég frættu manni minn? Ég ætla að aðtúa hérna, hvað þrýfið þið? Það er allt milli himins og jarðar. Það er svoleiðis. Já, hvað er þú með? Ég er með svolítið sérstætt hérna sem þarf að þrýfa, sko. Hvað er það? Það er raskatið á mér. Já, helviti er ég ánað með það, maður. Já, það ekki. Ég smúlaði, það er mjög létt, sko. Það bara ég seti hérna út á plana og svo er ég með háþrýsti græður. Má ég rúlla á þig þá bara? Ekkert mál. Það bara, þú múnar bara hérna. Já. Og ég tek bara myndir og segi hér rast þrifið. Já. Hörðu, þetta er bara þvílík vesla, ég er á leiðinni. Hvað kælaði þetta? Bye. Æ, þessu var svo auðveldum að það var alltaf ræs. Þetta var ekkert þessi. Nei, þessi dagskólu er búinn. Nei, ekki séns. Ég verð að láta það ringja eitthvað annað. Hann var búinn að covera grínið maður. Hann var alltaf hressa sig. Þetta þarf að vera óþægilegra. Þú finnst þetta ekki að ég sé ekki, sko. Þú voru að fá 1 yfirbót. Það þarf að vera óþægilegt. Þetta þarf að vera svona smá. Efnalega? Já, góðan daginn. Góðan dag. Þið hérna þrýfið föt, eða ekki? Jú. Þetta ekki rúmföt og venjuleg föt, eða ekki? Allt sem á bara þrýfa. Allt sem á að þrýfa. Ég er nefnilega með sem sagt hérna svolítið spes hérna sem þarf að þrýfa. Nú?
Hvað er það væni? Herðu, það er raskatið á mér. Já, ég þrýf ekki svoleiðis. Það er svoleiðis. Nei, það er... Jæja. Nei, ok. Þannig er það ekki lengra. Nei, ok. Ekki að kærlega fyrir, sant? Já. Nei. Rikki. Núna er þetta í síðasta skipti sem Vöðvingi fer í hennan dagskóli. Þetta er síðasta skipti fyrir hennan dagskóli. Ef þú segir einhvern veginn áttu við Vöðvingi að fara í dagskóli þannig að þú segir það þurfa að þrífa á raskati, þá hætti ég. Það er svolítið, það er mjög að gera. Greið konan, Richard. Góðir leikhúsgestir, velkomin í Þjóðleikhúsið. Sýningar leikársins eru í þann mund að hefjast. Vissalegast hafið kveikt á athyglinni á meðan auglýsingunni stendur. Góða skemmtun. Sala leikhúskorta er í fullum gangi á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið. Leikhúsið þitt. Páll Óskar á Spot. Laugardaginn 1. september. Dressið ykkur í danskona, pantið ykkur leigubíl og skellið ykkur á Pallaball í Kópavoginum. Miðasalan er hafin á miði.is og það kostar aðeins 2500 kallinn. Hlakka til að sjá okkur á skemmtilegasta ballinu sem þú kemst á þessa helgi inn á Spot í Kópavogi. Má grilla þetta? Keks? Það held ég alls ekki. En það má grilla sykurpúða og setja á milli. Krónan. Dvergarnir eru hannaðir til að standast kröfur. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is. Gunnar Nelson, Sunna Tsunami, Bjarki the Kid, Björn Lukas og öll hin eiga það sameiginlegt að hafa eitt sinn mætt á sína fyrstu æfingu. Nú er röðin komin að þér. Slástu í hópinn og byrjaðu að æfa eitthvað skemmtilegt. Skráning og allar nánari upplýsingar á mjölnir.is. Vodafone, Túborg Léttöl og aukakrónur kynna. Oktoberfest SHI 7. til 8. september í Vatnsmýrinni. Framkoma meðal annars Herra Hnetusmjör, Girl Power, Sprite Zero Clan, Úlfur, Jóhanna Guðrún, MC Gauti, Jói P. og Króli, Club Döð, Huginn, Vög, GTRN, Daði Freyr, Jón Jónsson, Sverrir Bergmann og Súra. Miðasala er hafin á miði.is. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það er FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er svona eiginlega dett í smá sól. Eiginlega að orða það. Já, maður verið að sokka Egil. Já, Egil var eitthvað kvartið við veðrinu en það er svona eiginlega sjást í sunshine. Það er engin sól, Richard. Hún er svona að brjótast fram. Það er bjart úti. Já, þetta er... Þú sagði sjálf, það er ekki grátt. Ekki grátt. Nei, góðbundur. Herru, það komið góðu gestir í stúdíu til okkar tónlistakonan. Er hægt að segja rappari lengur? Kristín Ýr Bjarnadóttir. Ertu ekki búin að hlusta á lagið? Jú. Já, ok. Svaraði það ekki bara spurningu? Já, þú veist. K.O. og Rota Richard. Takk fyrir þetta. Ég hlakka gaman að bjóða þér yngað. Og pakka Richard saman. Þú veist, hvað er ég búin að segja Róst upp á halds strákavinu minn. Ok, takk. Richard upp á strákavinu? Sko, hérna dökkarði, sagði ekki dökkarði. Næsta spurning. Hvað kostir fyrst, hvað sér þú veist, hvað kostir sér þú í Richard? Í Richard, hann er náttúrulega fjallmyndalegur. Hann er above average myndalegur. Já, mjög gott hjarta. Hann er mjög góður strákur. Það er svona sem ég finnst mikilvægst. Fjallmyndalegur, góður strákur. Og skemmtilegur, eiginlega alltaf brosandi og sannur. Hann segir mann sannleikan. Takk, er þetta að lýsa Guðna TH eða Rikka? Hver er Guðni TH? Já. Það er eitthvað besta hrósið með Rikki, sko, ertu með eitthvað á hana, skoðu? Nei, bara ekki neitt. Okay. Ef þú vilt fá hreinskili svar þá talar þú líka við Kristínu því að hún segir hlutina nákvæmlega eins og þeir eru. Ég kann að meta svolítið fólk. Takk fyrir. Þannig að ef það væri hálfviti, hún myndi að segja það. Hann var, málega er hann búin að þroskast mjög, hann var ekkert svona frábær þegar hann var yngri, hann var eiginlega smá svona wannabe, var Dejan langað sig að vera frægur og gerði bara allt. Nú er hann frægur. Þekktur Rikki þegar hann var rúmfattalega sér ekki? Halló, ég er úr Fellunum, hann er úr Seljónum, 1 ára Yes, go way back. Var hann að segja shit þá? Nei, hann bara svona ekki alveg, en ég var líka ekkert alveg eins og ég er í dag, sko, við erum bara... Og stundlegaðilega þá? Nei, ég ágætt, sko. En núna er þið bæði skemmtilegri? Já, ég myndi segja það. Ég held að þú sett líka tölugur skemmtilega en þú varst með frekjuskarðið þitt. Egil og Jón Ársæll allir á kantinu, sko. Hvað er að gerast?
Það er ekki að fara að grenja höllina. En svona bara ástæðan fyrir komuninni. Þú ert nú búin að plugga þetta svolítið á þínum samfélagsmiðlum, en þú varst að gefa út lag. Já. Þú ert ekkert döður öllum aðum þegar það kemur á músík. Nei, ótrúlegt. Það lengi lifir í. Ég var einhvern að vinna með Stínu. Hvað hétt hljómsveitin? Bokking kalla með Stínu. Fyrir ekki. Það eru 100 ár síðan. Panna sig F-orðið. Ég veit það. Ég bara hyggstaði. Hún hétt bara í sjónvarpi. Ég veist alveg, okkur Stína er skemmtilegt nafn. Stína Ýr. Það er út af dollu. Þú mátt kalla mig Chris. Voru þið að vinna saman? Hvað var Chris? Chris er þetta geggja sko. Hvernig voru þið að vinna saman? Hvað hétt bandið? Vitið ekki að ég er með ADHD. Þið get ekki allir verið að spyrja með spurning og sikkur. Þú verður þrír hérna. Ígor. Egil Ársæll Ígor, já, alveg rétt. Varstu Það var í senu, það er skilni. Hvað leikar þú að spila nú? Vissir alveg hvað hljómsveitin. Ég veit það. Það var skemmtilegt. Og það er, hvað er 10 ár síðan? 10-12? Við gáum 2004 plötuna. Já, akkurat, það er 14 ár síðan. En lagið, við ætlum að henda þér í hraðaspurningar eftir smástund, en getur þú sagt okkur aðeins frá þessu lagi? Já, þetta er sem sagt rapplag og svona R&B, svolítið ekkert svona ósvipað fyrst þú nefnir Ígor, kannski stílnum sem við vorum að vinna með. Sem var skemmtilegt. Takk. Og þetta fættist fyrir eiginlega, þetta er svona fættist eiginlega bara á þeim tíma kannski svona viðlagið, en svo var ég náttúrulega bara ekki búin að gera neitt í tónlist og búin að vera í fótboltuna og fór síðan í söngsteimra sem er geggjað söngnám og þar vorum við að vinna með að semja lög og þetta er eitt af þeim sem að ég kláraði þar, skilur. Þannig að þetta er bara lag eftir þig bara alveg komplett? Alveg bara, já, komplett. Okay. Herðu, eigum við ekki bara hendað já og áður nú hendum við í hraðaspurningar? Það var geðið. Herðu, þetta lag heitir hvað? Ég sé þig. Ég sé þig. Spegill, segðu mér, hver er þessi partí ég fegust er? Spegilmyndin öskrar á mig, lítu á þessa, ég brosi, ég veit ég er partíprinsum sín og sérstaklega þá sem er í gangi hér, en ég get ekki gengið á web. Það er mikið með þetta og ég vil alltaf spyrja hvað fjalla lagið? Já, þetta er eiginlega bara svona eins og ég byrjaði að kynna hérna partíprinsuna inn á byrjanlagsins sem er auðvitað tenging Reykjavík nætur lagið. Og hérna, þetta er eiginlega bara svona ég að tala samskipti kynjana eins og svo ofta öðru og svona í kannski spölum útgáfum að því að þú veist, fólk er á jamminu og þá finnst mér svona eins og oft og gerist alveg fyrir mig eins og aðra, skilur að ég með svona einhver annar karakter yfir mann. Þú ert ofuröfli? Já, þá gerist ekki fyrir mig kallið minn. Nei, bara Ég er 34. Já, þegar þú liftaður upp, þá breyta þegar Kristín Ýr yfir í ekki að segja bara mig, ykkur líka við erum bara svona fólk almennt og ég er svona rólindismenninni við. Já, Tettmenn, ég hef síðan sko, hann les alltaf yfir dyravörðum þegar hann fyrir á það er mjög langt síðan, þú veist, ef þú dyravörður og fær Tettmenn á það, sko, hann beitir ekki ofbeldi hversu þreytt þessi saga verða þeir fá að heyra 1998, bara það höfist ef þú dyravörður og Tettmenn kemur inn þá er lesið yfir þér. Já, Chris segði bara já, hann ámbist að segja það við trúðum bara, þá hættir hann. Nei, ég skilji, það kemur svona búið með nokkra. En Kristín, ekki ég, bara við öll. Er þetta ná í þetta lag, hlusta á þetta á Spotify og eitthvað svona? Herðu, ég er aðeins með allt lórið, ég er svona glimt að setja þennan á spot en ég ætla að gera það leiðið búin í þessum þætti en ég gerði áðan YouTube link með bara myndinni og svona og ætla kannski að gera texta og eitthvað svona var aðeins með nokkra leiki í vikunni og hérna það kom inn á YouTube, Kristín Ýr, ég sé þig Veisla. Spotify sterkuleikur. Já, ég fatt að það er á leiðninga að það var eitthvað eitt sem að ég ætlaði að gera ég er búin að skráða hjá hljóðurit og allt þetta 2018 sko, það verður á Spotify það kemur á Spotify. En áður við kveðum við Kristín þá ætlum við að henda þér hraðaspurningar. Kynnast þér svona aðeins betur. Frábært. Það sem þú ert að gera, þú ert að bara hreinsa hugan algjörlega og segja bara það fyrsta sem kemur upp í hugan. Basically story of my life. Það er ekkert rétt svar og það er ekkert rangt svar. Það er ekkert rétt eða rangt í þessu leik. Ríkar er búin að búa til spurningar og það er allt tilbúið. Já, Egill, það er rétt. Tilbúin? Já. Uppáhaldsmatur? Pizza. Uppáhaldsþáttur? Error. Nei, já, það er eitt þáttur geða ykkur. Áfram. Brad Pitt eða Ryan Gosling? Brad Pitt. Horror og klám? Nei, held ekki nema að hafa verið óvart klám hérna Shades of Grey, telst það? 50 Shades, já, það er klárlega klám. 5, hvað drekkur á tjáminu? Stellu. Hvað kveikir þér? Þú.
Sorry, Valdís. Egill Einarsson er Geggjað, nettur. Ef þú mættir velja eina mannesku til þess að taka með þér á eyðieyju, hver eru það? Justin Timberlake. Uppáhalds hljómsveit og uppáhalds tónlistarmaður? Justin Timberlake. Ertu single? Já. Held ég. Það var ekki flókið. Vá, ég er bara rauðið frá mér og stressi. Egið eins og nettur, það er kannski svona eina sem að setja spurningar fyrir. Geggja nettur. Já, það, sko, þegar það er svona pressa þá bara Hegið þið sagt eitthvað hræðilegt þarna, sko. En JT og Egið. Já. JT bara allstar, alltaf, alla daga. Fórst á JT tónleikana? Já. Þau eru farið á tónleika með honum erlendis? Nei, nefnilega ekki, mér langar óslega. En Pitt frekar en Gosling? Já, hann er eitthvað, ég er ekki svona sætir súkkulaði strákar, meira svona fyrir kall. Þú elskar eldri menn. Þú segir Brad Pitt í Troy. Rólegur, Johnny. Brad Pitt í Troy, hefur síðan það er það? Nákvæmlega. Egil kemur með þetta í hverju minnsta þætti, þetta er eiginlega vandræðilegt sko. Já, það hafa allir séð Brad Pitt í Troy. Eða Fight Club Pitt, það séð hann eða? Já, hann er eiginlega, Fight Club er bara miklu betur í minn sko, þú veist. En já, eina við hann er hann dálítið lágvaxin fyrir mig. Ég er náttúrulega mjög hávaxin, þannig að það er svona Brad Pitt er lágvaxin? Og líka samt Justin Tim. Já, ég er 1,78 sko. Ég held að Pittar var svona 1,84, 5, 6, eitthvað þar. Er ég að skýta það? Bara svo ég, rétt af 2. Er 1,69? Hvað er Tom Cruise? Hann er svona 1,69 kannski? Já, hann var í nælon, hann er bara 60 cm. En Tom Cruise sko, Rikki, að geta pakkað það saman sko. Já, hann alltaf er Ethan Hunt sko. Ég var ekkert að spyrja það, ég var bara að spyrja hvað hann er stór sko. En Tom Cruise er pingu lítið. Já. En Kristín, virkilega gaman að fá þig til hamingju með lagið og mælum með því allir kíkja á YouTube og svo hendur laginu á Spotify. Já, ég gerði það. Takk fyrir mig. Ég var beðin að segja ykkur frá því að grillhúsið verður opnað í Borgarnesi. Það eru þetta bara æðislegu matur eins og allir vita, annað verði ekki. Allir nei, bye. Grillhúsið Borgarnesi. Stoppaðu. Garðs Apótek, einkareikið apótek í yfir 60 ár. Garðs Apótek í leiðinni og land allt. Dagfinnur læknar dýrin smá. Úrval af gæludýravörum og fóðri. Dýralæknastofa Dagfinns, Skólavörðustíð 35. Hvernig hljómar að taka vel á því, svitna duglega, brenna fitu, auka þol og styrk og finnast alveg hrikalega gaman. Ef þetta hljómar vel í þín eyru, tjekkaðu þá á Víkingaþrekjunni í Mjölni. Slástu í hópinn og byrjaðu að æfa eitthvað skemmtilegt. Skráning og allar nánari upplýsingar á mjölnir.is. Mjölnir. 5 staðir. Má grilla þetta? Egg, bacon og bakaðar baunir? Já, klassík í útileguna. Bara muna að opna baunadósina. Já, og eggið. Krónan. Áttu vildarbúta? Þeir gætu lengt á sér. Lækkaðu verðið með punktum og peningum. Útkoman gæti komið þér ánægilega óvart. Icelandair. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is, annarri hæð Smáralind. Pítan Skipholti. Pítan, alltaf fersk. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það er hárétt, þið eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og við höldum áfram klukkan að verða 5 og já, það er komið að dagskrárlið sem ég kvíðir endar minna fyrir heldur en spurt og svarað en það er gilsari spurningakeppnin. Já, þetta er bara, sko, þetta er ekki að kvíða fyrir þessu, þetta er bara King of Healthy Lifestyle út af því að nú er Íslendingar að hugsa, hörðu, búin að sökka mikið í sömar, það er búið, it's in my past. Hér eru 2 líkamsrækta fyrirmyndir. Healthy Lifestyle. Vaxtarkamari ég og Ríkard. Já. Þannig að, já, þannig að það er konceptið í dag. Það segir sig eiginlega sjálft. Ok, þá ætla ég að sömarsökkið er farið. Þá langar mig að vinna þetta. Já, það ekki. Healthy Lifestyle. Og þið eru báðir, þið hreyfið ykkur báðir. Þannig að við skulum bara byrja þetta. Tókstu þátt í Reykjavíkumaraþórinu daginn? Já. Ok. Það er punktur að báða. Það er vel gert. Alltaf taka þátt. Mjög vel gert þig okkur. Reykjanum að. Ég verði til að sjá skýrhausinn lauparindar en það er hann saman. Já, það er ekki kílómetr. Ekki hálfan. Hefur þú stund að standandi samlíf til að brenna fleiri kaloríum? Ha? Er það King of Healthy Lifestyle? Nei, sko. Já, við erum að sko brenna kaloríum og hreyfing og þú veist, reyna á
Já, en markvist að stunda það standandi til þess að brenna kaloríum. Já, brenna fyrir kaloríum. Heldur maður að sé að pæli í því bara svona Já, hörru gamla, ég komst ekki á æfingi í morgun. Getur við stundað hérna, ég er til í að standa með mér í dag. En að standa eins upp. Þú ert svo veikur, hversu veikur ertu án gríns? Það er sko, þetta er bara nokkuð basic. Það er því miður nei á mig. Hefur aldrei á æðinu stundi standandi samlíf. Já, en recreational sko. Já, ég er bara ekki að skafa á mér. Spurningin er bara hefur stundað standandi samlíf. Nei, það var reyndar ekki spurningin, Ríkard. Það var ekki spurningin. Sér kom til að brenna fleiri kaloríu. Já, sleppa sporthúsinu, gamla startu upp. Nei, þú veist. Richard? Ekki til þess að brenna kaloríu, menn jú, maður hefur auðvitað stundað það. Að standa? Já. Hvernig það? Hvernig? Viltu myndbandi? Nei, bara hvað er að gerast þá? Herri, ég faxa þetta bara upp í raskataður. Má ég spurja Richard? Bara basic spurning, sko. Það er ekki nei á báða það? Jú, þeir fengu hvoru í punktana. Hefur þú hlaupið 10 km undir 40 minnum? Nei. Já, nokkur sinnum. Punktur á tett. Nei, ekki. Nokkur sinnum. Hérstu þau gert það ekki? Ég æfði nú fótbolta í fleiri ár og það eru nú góð útilhlaup í 11 átalum og þar. Þú sagðist að sjálfur verið hægasti miðum all tíma, sko. Já, ég veit allt um það, en það kemur ekki en 38-54 niður þessa brekku hérna. Ég hef ekki náði. Það er gaman að því, eða því að gluggi hérna 38-54 niður þessa brekku hérna. Jónsmessur hlaupið 10k. Það er ótrúlegt. Takk fyrir. Ég hef ekki náði. Það er 2-1 fyrir Tatman. Hefur þú skellt þér í þvæng? Er þetta bara í öllum spurningakennum? Við þurfum að fara að kippa þessum dagskrárlið út eða eitthvað aðeins að fara að uppdata hann. Nei. Er þessi spurning bara först á blaðinu, hún er bara aldrei tekin út? Hún er alltaf nummið 3. Ég hef ekki farið í þvæng. Ég veit að það er ekki hugmyndum að Tatman hafi ekki farið í þvæng, sko. Já, ok. Ég hef farið í þvæng. Fullt af fólki all land að velta þessu fyrir sér. Þú hef farið í þvæng? Já. Hvenær var það aftur? Það er dálítið síðan. Við hvað tilefni aftur? Þá var ekki tilefni, mér langaði bara að prófa það. Hversu ég ángri, sko. Varstu bara heima og sagði, nú fer ég í það. Þetta er pre-Netflix. Nei, ég bara, þú veist, Beckham talaði alltaf um hvað það væri þægilegt og það var mikið svona í tísku þá og ég og frúin voru svona nýlega að byrja saman og ég bara testaði það. Það er þetta geggjuð pæling. Ég vil sjá Ríkard í þvæng. Það er í staðin fyrir að í staðin fyrir skíluna fram á vikuna plus size model, þá er hann í þvæng. Nei, alls ekki. Bara alls ekki. En ég er vissulega að prófa. Næsta spurning. Það er jaft. Við erum svona eiginlega að vera hálnaðir. Hefur þú lífgað upp á samlífið heima með því að klæðu upp eins og fastefnasali? Það var bara næsta spurning. Hvernig er þetta king of healthy lifestyle? Æstu, málið það, maður þarf alltaf sömu spurningar. En finna við það nú eru greið þetta þannig, ég get bara lækkað í honum og ég og þú getur bara að spjalla saman þetta. Ég hef ekki klætt mig upp eins og Hannes Steindós til þess að stunda samlíf. En það verður að vera já á mig. Það er punktur á Richard. 3-2 fyrir Richard. Þetta er mjög spennandi. Dansar er mikið þú verið að skemmta þér. Ertu sexy gæinn á barnum? Ég er sexy gæinn sem dansar. I'm a dancer. Ég dansa alls ekki, dansa aldrei. Ég veit ekki hvort ég er sexy á barnum, en ég er mikið á barnum. Ég sé Rikki á barnum, hann er sexy. Það er punktur á tett. Já, alltaf dansa. Þarf að skeina þér, Richard. Má sjá, hefur þú keppt í Herra Ísland eða svipaðri heilsutengdri keppni? Nei. Hefur þú tekið þátt í Herra Ísland? Nei, ekki Herra Ísland. Ég tók þátt í ykkur módelkeppni á tunglinu fyrir svo 40 árum síðan. Wow. Það er enda... Varstu módel? Nei, þetta var eitthvað svona keppni. Þetta er sko 90... Vá, hvernig er þetta? Þetta er 1992. Það varst ekki ballsack og shit þegar. Nei, ég var með þitt svart hár. En maður spyrja, hvað kemur það að vera healthy lifestyle að keppa í ykkur módel? Það var að keppa í heilsutengdri keppni, Richard. Nú, hvernig var keppnin? Var fullur upp á svið og í nærböksum með það? Þetta er ekki nærböksum sem betur fyrr. Ekki, já, veist, það var í tunglinu sko. Ok, varstu á tunglinu? Tunglinu var ekki vatna sko. Ok, Tatman var á tunglinu í undirfötum. Ég var ekki í undirfötum. Þetta var bara, hörðu, næsta spurning. Já, áfram með það. Hvernig gekk? Ég vann ekki. Líka það sljótur hann, það er kannski. Takk. Þetta er einhver þjálfarinn minn. Já. Þetta er svona uppbyggjari gaggrinni. Svo hlæðir hann sjálfur sko. Það er punktur á tettana. Já, ok, já. Frábær, healthy lifestyle. Tunglið, 92. Mátt eiga þessa keppni. Hefur þið fært dömu samloku í rúmið? Já.
Hæ? Bara roastbeef samloku eða hvað að gerast þetta? Það var ekki roastbeef samloku reyndar en var það löglega? Hvað samloku varst þú með í rúmið? Kostu með línubót mínus Ég gerði mína frægu Rikka samloku sem ég steiki á pönnu upp úr smjöri brauð upp úr smjöri steiki skinku, ost aromadona og bacon room service set síðan pítusós ofan og ég færði konu minni eftir rúmið Wow Guð minn almáttur Var það þetta sem var ekki þvengum og standandi? Ég var ekki í jakkafötum mér þveng Já sko, þannig að gerir ekki egg og bacon og okkur litla pönnukökur og síróp hendur í Rikka samlokur Já, bara Rikka samlokan Rikka samlokan í rúmið Nei, ég hef ekki fært konunni samloku í rúmið Þú átti samloku stað, sko Já, ég heldur ég hef verið komið bara spicy chicken bara heim í Þetta var að gefa punktur á þig Ég ætla að vera góður við Tatman Sér allt inni fekk Richard óvandan punkt Já, hann hendi í Rikka samloku að berðast þar heima, sko Ég kom ekki með lemon samloku heim til gömlu steinsóðandi þetta verið að búið það? Já, ég alveg, þetta lengsta spurning Ég er bara verið marga daga Akkur varst ekki með Rikkan og lemon Þú veit ekki, besta samloku sem ég heilt Hver er það ég kíkja með í samlokuna? Þetta er eiginlega búið því að þú veist, sem var ég meina hérna hefur átt pizzastað eða samlokustað það er líklega punktur á Tatman Það var basically að reyna að láta hann fá sigur Alls ekki Það held ég FM 957 hér á föstu degi, þetta er FM 95 blöð, þetta er fljótt að líða, 8 mínútur gengin í 6 er klukkan og við ætlum að fara í næsta dagskrárlið þegar okkur og þetta er dagskrárlið sem að ég er með þegar ég fæ að stýra þættinum og þetta heitir Sturlaðar hrossaskítur. Já, skemmtilegt. Og þetta er bara keppni á milli ykkar tveggja. Hvað er mikið Þetta eru 5 spurningar og pluss 1 bónusspurning. Yes. Og þetta er bara mjög einfalt, þið er bara að segja mér, er þetta kjaftaði, er þetta satt? Ok, Egill byrja með svarréttin og að sjálfsögðu fólk sem er að hlusta endilega taka þátt í þessu, ekki spurning. Númer 1. Föstudagar eru vinsælustu dagar vikunar til þess að taka pening út úr hraðbanka. Egill með svarrétt. Segir sig eiginlega sjálft sko. Eru margir samt að nota hraðbanka í dag? Nei, þú veist, en þegar fólk nota hraðbanka þá myndi ég segja að það var líklega föstudagar. En akkur er fólk að taka pening út úr hraðbanka í dag, fyrir hvað? Nenni kannski ekki að vera með korti í bænum og einhver að vinna með seðla í dag? Já, Richard, eru opnað skúfunni á Richard? Æ, þegiðu, bara ángríns, þegiðu núna. Ég slekka á þér, ángríns. Hann spurði, er einhver að nota kass í dag? Tatman sagði það. Hvernig borgaði ég askinu hann? Var það með seðlum eða? Nei, ég rétti kortið mitt. Já. Á Askáðan, manstu, 1987. Sko, sumir vilja borga með kassa á jamminu. Ég skil það reynda, það er mjög sniðut að skamta sér eitthvað, ég ætla ekki að meina þetta. Og fössarar, það er fólk að fara að lifta sér upp. Þetta er bara hárrétt, Richard. Ok, punkt. Þú segir þetta sér rétt. Jón Gunnar? Ég ætla að segja þetta sér ránt. Þetta er manúr. Ok, 1-0 fyrir Agli. Þetta verður auðvitað til sígu sögunar sko. Þú verður samt að reyna að vinna hann sko. Já, fyrir ekki. Jón Gunnar á næsta svarrétt. Árið 1989, aðeins 20 aldri, satt Matthew McConaughey fyrir fáklæddur í tímaritinu Playgirl. Fyrir það fekk hann greitt $5,000 og notaði hann peningin upp í leiklistanám. Þetta hljómar eins og True Story Hollywood sko. 1989 í þveng á forsíðu. Hann var ekki allsber, ég sagði fáklæddur. Já, fáklæddur. Var hann á forsíðun eða bara inn í? Það kemur ekki fram. McConaughey, já, það make a sense, hann er flottur. Er hann flottur, þú séð hann? Ég var að segja það, hann er flottur sko. Já, ég veist, flottur, þú veist, Rikki er flottur sko, en Matthew McConaughey í rugglinu. Já. Akkur notar alltaf mig sem svona að bera saman fólk. Þú beint á móti með Richard. Ok, en Jón Gunnar setur bara nær þér sko. Já, ég bara sagði þér bara, þú veist, þið eru bara flottir, en þetta er Matthew McConaughey sko. Ég hef ekki breyk samkvæmt honum í tvistur sko. Ok. Hérna, ég ætla að segja rétt. Já. Þetta hljómar mjög sennilegt. Það er bara hann ekki, ég verði alltaf Tatman í þessu, bara rétt. Þetta er algjör hestaskítur. Hún er aldrei setið fyrir hjá Playgirl. Hlusta til, það er geggjur spurning á Richard. Það er fyrir það. Það er líklegt að því að McConaughey er svo flottur sko. Já, hann er bara módel. Það er þá 1-0 fyrir Agli og Egill á svarréttin. Þriðja spurning. Fílar eru einu dýrin sem geta ekki hoppað. Ég er nokkuð sem að nasirningar og flóðhestar geta ekki hoppað. Jú, hefði. Hoppað. Nasirningur. Ég elska þótt eftir í Attenborough og Eils.
Nashyrningur og flóðhestur, kannski mögulega einu dýrin sem er vesinu með að hoppa. Og Tatman. Og ég Nashyrningur, flóðhestur, ég. Þú getur ekki hoppað í kópólspóstin, sko. Ég get svo það er það, sko. Enga þjálfar minn, dömur og herrar. Vill einhver fara í fjárþjálfning á Agli? Það er smá kameri. Ég segi þetta rétt. Já, Rátt 2-0 fyrir Agli. Nei. Fílar eru einu dýrin sem geta ekki hoppa. Einu dýrin. Þá Jón Gunnar svarréttin. Það eru meiri líkur á að nammi eða matarsjálfsali drepi þig heldur en hákarl. Þetta er aðteklislega spurning. Ég ætla að henda í já þarna. Já. Því að þú ert ekki að synda mikið með hákarlinn, sko. Nei, sjálfsali getur dótt á þig. Hákarlar drepa ykkur á 6-7 ári sem er ekki raskat, þannig að sjálfsalar drepa 100% tölur fleiri, þetta er 100% rétt. Já. Það er 3-1 fyrir Agli. Þetta er Sturlu staðreynd. Ég er komin á blað. Númer 5. Það er ómögulegt að vera ástfangin af 2 aðilum á sama tíma. Hver á réttin? Gilsarinn. Tett. Sko ég er að horfa mikið á Bachelor og Bachelorette og Bachelor in Paradise sem eru besta sjónastemni sem þú getur hort á. Það er þetta geggja, það sem mannfræði rannsókn er þetta geggja. Ég elska ástsjúkt fólk í Bachelor. Ég elska þetta. Þetta er besta sjónastemni í heimi og ég er búin að horfa mikið á þetta undanfarið. Ég hef ekki mist úr seríu, hvorki Bachelor eða Bachelorette. Mikið ástöngni fólki. Og núna bara í síðustu seríunni þá segir hún orðið þetta: I am in love with them both. 2 eftir. Wow. Ég er ástfangin af báðum. Þannig er staðan. En ég þarf að velja einn. Það er ekki rétt, samkvæmt þessu. Já, var hann að ljúga, Richard? Það er sem það segja hún að vera að gera það. Fattar ekki TV, þú ert villismæður. Wow. Það er reality TV, þetta var ekki handrit. Hún sagði bara. Nei, það er ekkert handrit í þessum þáttum, alls ekki. En hennar skoðun er bara svo, og ég er ástfangin af 2 mönnum á sama tíma. En það er physically impossible. Þú getur bara ástfangin einni manneskinu. Það er eitthvað mesta horse manure sem ég á æfinni heist. Okay. Nú ert þú mjög ástfangin maður. Sko, ég málega er Richard í þinnum fullkomna þá er ég að tala um á sama tíma. Í þinnum fullkomna fairy tale Richard, Life Goes On heimi, þá getur þú bara ástfangin einni mannesku. Akkur er þetta að blanda Life Goes On? Er þetta að tala um Korki þá eða? Ég er bara að segja að lífið er ekki í húsi á sléttunur, ekki sko. Þetta er upp á sjónvarpsstöðin. Þú getur verið ástfangin með einni mannesku, þannig virkar bara lífið þig miður. Egil 2018 Dr. Love. Þetta er horse manure. Þannig þú segir þetta sé horse manure. Ég segi þú getur verið ástfangin af 2 manneskum. Þú segir það sé kjaftaði. Já. Jón Gunnar er búin að minka munin. Hanna. Nei, það er ekki, þetta er rétt. Það er ekki hægt. Ok, Bachelor eftir þetta bara er að syngja maður afskjöldinu. Ok, yes. Þú ert ástfangin. Þannig að Chris Harrison sem er einhver virtasti sjónvarpsstjórnandi sem heimurinn á er full of shit. Er það þú segja það? Maðurinn sem er að velja milli 2 kvenna, hann er ástfangnari af annari. Það er bara þannig. Ok, Chris Harrison veit greinlegin eitt, ok, áfram gakk. Hver er Chris Harrison? Það er mín spurning. Hver er Chris Harrison? Stjórnar Bachelor og Bachelor. Dökkar er sexy gæin, er þið ekki lagið með? Chris Harrison. Það sjálfsög. Býtti illa að hoppa eins. Herru, 7. bónusspurningin, staðan er hvað? 3-2? Það er 3-2. Já, Jón Gunnar getur jafnað. Það er 3-2, ekki? Jú. Ívar Guðmunds stal jarðýtu 16 ára gamall á byggingasvæði Seljakörfu til þess að hjálpa vini sínum að draga upp bíl sem hann hefði fest í drullusvæði. Það er geggju spurning. Stal Ívar Guðmunds jarðýtu? En þetta Ívar Guðmunds í dag er ekki Ívar, maður sér hann ekki, hann var ekki alltaf svona. 16 ára. 16 ára. Ha? Hver á svaretin? Ég eða Tett? Ég. Tett. Ég ætla að segja rétt. Ívar Guðmunds er glerharður, hann stal. Hvað er margar spurningar eftir? Þetta er síðast, þetta er bónusspurningin. Ok, en ég get bara L-tett með nú unni þetta. Þú ætlar að vera leiðilegur, já. Ok, Ívar Guðmunds sem er fullkona mannvera. Rétt. Stal jarðýtu af vinnusvæði. Og hvað notaði hann þessi jarðýtu í? Til þess að hjálpa vinni sinum að losa bíl sem hefði fest í drullu. Ég sé alveg gott Munson í þessu aðstæðum. Það er mest að kjafta þessi hirt. Ok. Þetta endar í jafntefli, 3-3. Hanskotin hafið það. Ég vissi þetta. Sturlu staðreynd, það er stórmeistara jafntefli hjá Gilsarnum og Tett. Svona lögreglan sé ekki hlusta og ræða Ívar Guðmunds með þessa jarðýtu sko. FM 957 kynir
Páll Óskar á Spot Laugardagskvöldið 1. september. Yes! Fylgstu vel með hér á FM 957. Kannski vinnur miða og kannski kemur á ballun og býður upp í þessu einn dans. Miðasala hafin á miði.is. Komdu með FM 957 á Pallaball á Spot næstkomandi laugardagskvöld. Viking Brugghús kynnir stærsta tattoo-viðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. 90 heimsklassa artistar, tattoo-keppnir, pin-up-keppni og margt fleira. Dagana 31. ágúst til 2. september í Laugardalshöll. The Icelandic Tattoo Expo. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldshöfða 12, Phoenix veitingahús sem 5677 888. Stærsti leikur íslenskrar kvennaknattspyrnu frá upphafi fer fram á laugardag þegar Ísland tekur á móti margföldum heims- og Evrópumeisturum Þýskalands á Laugardalsvelli. Sæti á HM 2019 í Frakklandi í húfi. Ísland, Þýskaland. Laugardag kl. 14:15 í opinni dagskrá. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Kokk Robin í Hörpu þann 15. september. Tryggðu þér miða á þennan kynkimagnaða viðburð á tix.is. Tengdó að koma í kaffi? Kornið bakari klikkar ekki. Komdu kornið. FM 95 Blu á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Eitt vinsalasta lagið á FM 957 þessa myndir Maroon 5 og Cardi B, Girls Like You. Þetta FM 95 Blu og svona fara að síga á seinni hlutan en við höfum alveg heilan helling eftir strákarnir og Egill, það komið að því að henda Jóni Gunnari Geirdal under the bus. Rétt. Já, frábært. Já, sko, þetta nú frekar auðvöldu dansskóliður. Þegar ég og Richard höfum verið með gesti, þegar að Blu og Stóni eru ofurölvi, erlendis. Já. Núna eru í Ítalíu. Njóta lífsins. Í glasi. Já. Og þá höfum við fengið alltaf gestin í að hringja í blómabúð og panta blómönd fyrir ástina og láta fylgja með skemmtilega kveðju. Ég hef aðeins heyrt þetta. Já. Vá, hvað ég laka til. Og ég er með texta fyrir þig, ég ætla að renna hérna yfir tíðin og Richard hringir í ykkur blómabúð. Textandi þínir náttúrulega eru... Já, þetta er bara svona basic hérna... Það er ekkert basic við þig, Eilsson. Bara akkurat, ekki neitt. Þetta er bara svona... Já, Richard, þú finnur okkur blómabúð fyrir okkur. Ég er alltaf búin að finna númer, ég er búin að klára það áður en við fórum í kynninguna en spurningin Jón Gunnar, ertu tilbúin í þetta? Ekki séns. Ertu að horfa á textan eða? Ég er að horfa á þennan, þú veist, drepið mikið. En það sem skiptir máli Egill, að hann lesi sem sagt orðin og hafi punktur. Já, og líka mikilvægt til lokin að biðja starfsmannin að lesa þetta upp í heild þegar þú ert búin að útskýra þetta. Já, það er að endur taka allt sem að ég segi. Já, til að sé allt rétt. Herru, hendum okkur í þetta. Ég ætla að ringja hérna, maður sjá. Árbæðarblóm, Helga? Já, sæl Helga, ég ætla að þetta senda blóm frá ykkur með smá kveðju eða? Það er kortið? Já. Það er að sjálfsög. Helga leysir allt. Það er sjálfsög. Viltu að ég takk þetta gegnum síma eða viltu fara á síðan okkar? Bara gaman að tala við Helgu sko, alltaf gegnum síma. Já, og hvað viltu, hvað tilefni er þetta? Við erum bara að hafa verið að læna þessu upp skemmtilegum hitting á morgun við hjóin sko. Já. Hann hafa verið aðeins að hitta upp. Ok. Mikið gamla aðeins. Já, það er alltaf gott að gera það. Já. Það ég skrifi kort. Já, takk, endilega og velja bara eitthvað fallet kort fyrir mig. Já, hvað viltu að ég skrifi? Herðu, elsku ástarnóðurinn minn, punktur. Já. Ég er stífur af spenningi fyrir hittingin á morgun, punktur. Já. Og svo kemur get ekki beð eftir að sjá þig japla.
Sjá þau jafla. Já. Já. Og svo er henni bara smá undirskrift. Já. Það er bara kær kveðja. Já, þetta er svona, já, Horny Tat er undirskriftin. Þetta er svona nöfn sem við nótum með hvort annað. Segðu mér eftir, H-O-R-N-Y-T-A-T. Bíti. Já, ekkert máma. Byrja aftur hægar. Já, kær kveðja. Já. H-O-R-N-Y. Já. T-A-T. Ok. Heyrðu, og já, getur nokkur, hérna, já, ég heiti sérst Egill Ríkarsson, en getur nokkur lesið þetta fyrir mig aftur bara hann sé alveg 100%? Já, elsku ástansnóðurinn minn, ég er stífur af spenningi fyrir hittingin á morgun, get ekki beðið eftir að sjá þau jafla, kær kveðja Hornita, hvað sér þið? Já, T-A-T, já. Það passar það. Þetta er frábært. Og hvað viltu að ég sendi henni? Ég ekki bara sendi henni eitthvað góðan blómvönd eða? Já. Þú voru að afsaka Helga mín, ég er með Hall og Latta hérna í útvarpinu. En takk æðislega fyrir að taka svona vel í að senda henni Guðrúnu Bjarnadóttur upp í Hraunbæ þessi fallegu blóm og svo fallegu kveðju, sko. Já, ok. Jó, sem er basic. Ég er alltaf til þjónustu reyður. Já, þetta er æðislegt. Og hvað hengdu þið? Þetta er útastátturinn FM 95 Blö. Já, ok. Góða skemmtu. Takk fyrir það, Helga Mikael, já. Ok, bye. Hún var alltaf góð þessi. Já, þú stóðst mjög vel, Tettmenn. Já, mátti eða það. Það þarf hans að kynna gömlu. Það held ég þegar að hlustu FM 957 og með ykkur í dag er Ríkar Óskar Guðnason og Jógnar Gerdal og Egill Einarsson hér á FM. Þetta var góð kynning alveg fram að þið kom hér á FM. Hvað var það hér á FM? Hér á FM. Hver hefur gert þetta? Heiður Ósmann? Nei. Vístu verið Heiður Ósmann gert þetta? Ég hefst að gera þetta 100 sinum. Nei, ég hlust á Heiður Ósmann miljónsinn mjútarspjón og aldrei gert þetta. Ég heyrði fyrstu útsettinguna í Heiður Ósmann, sko. Áður að fór yfir á K, þá var hann alltaf hérna hér á FM. Ok. Herðu, já, við ætlum að henda okkur í næsta dagskrárlið sem að heitir Myndir fyrir cash. Og þú stjórnar honum. Já, ég stjórnar honum í dag. En hann er hins vegar mjög einfaldur í dag. Hvort myndir freka var svona grófa dæmið. Já, flott. Herðu, við ætlum að henda okkur í þetta. Þetta eru 3 spurningar og þið er bara að hugsa, myndið þið gera þetta fyrir pening sem ég er búin að semja. Einfaldur liður en skemmtilegur. Já, mjög. Fólk getur að sjálfsögðu tekið þátt í bílnum ánað. Fyrir 5,2 milljónir á mánuði í 1 ár netto. 5,2. Myndir þú ganga í jakka daglega sem væri með hakakrossinum að aftan og framan? 5,2? Já, ákvæðan hendi auka 200 kall? Í bara nasista leður eitthvað. Ekkert endilega, þú getur verið í bara vennilegum bara, þú veist, það er ekkert að vera leðu jakki. Bara jakka var þetta? Bara jakki. Já, eins og ekkert sé eðlilegra. Bara með svastik á bakinu og á brjóstunum. Já, fólk myndir spyrja hvað þetta væri. Þá myndir þú máttir ekki segja út af hverju, þú myndir bara segja, já, mér finnst hann bara flottur. Já, þú þurftir að segja að hann væri flottur. Mistur jakki fyrir 5,2 mánuði. Þetta er basically, sko. Já, þetta er eiginlega, ég veit ekki hvað það sé til uppað til þess að maður myndi íhuga þetta, sko. Ég eiginlega... Nei, þetta er rosalega eiginlega ekki. Ef þú bara reiknar, þetta eru 60 miljónur ári. Þetta er fínt, þetta er fínt peningur. Þetta er hellispeningur. Þetta er ekki í nasistajakka, er ekki? Já, frábært peningur ef það er lagt inn og eftir. Þú veist, ef þetta væri dúabúl. Ég er ekki gestapókalanum, sko. Þetta er ekki gott, sko. Nei, þetta er, þú veist, lífið þetta er ónýtt, þú veit bara rasista rusl. Já, og getur ekki sagt af hverju, ég er að taka þátt í ykkur með trúlestinu, sko. Nei, en þetta er, En þið finnst bara jakkin flottur og burt sér frá merkinu. Sko, jakkin getur flottur, en merkið er, það er sem er, veðsinn, sko. Ekki svo, hvað, fara að henda svastikun aftan á Dolce Gabbana jakkaðin, eða? Þetta er ekki fara að gera, sko. Passa á mig, sko. Með þið sem sagt báðir segir nei við þessum pening. Já. Hvað helst þið myndu segja já við þessu? Nei, ég er bara ákvað að tjekka. Ég meina, það er ekkert, það glæpur að... Nei, þetta er bara keppni. Þetta er rétt svar. Bara keppni. Takk. Númer 2. Fyrir 10 milljónur á mánuði netto.
Hvað maður, netto og brúttó, hvað hún endur skoðandi? Ég var í bókvæslu, ég var góður þar. Já, ég var ekki bókvæslu. En fyrir þá sem veit ekki 10 milljónir netto, það er sem sagt, þá fáðu þann penning í vasan á mánuði. Já, ok, Ernst og Jón, kláraði spurninguna. Hvað er að gerast hérna? Áðan maður sjást þetta fólk. Nú er það bókvæsla.is. Það er ekki bara að fara inn í borgartúnu. Það er ok. Fyrir 10 milljónir á mánuði myndið þú opna eigin sjónvarpsstöð og byrja með þáttinn Konur eiga heim í eldhúsinu. Fyrir 10 M á mánuði. Já, þín eigin sjónvarpsstöð. Sko, þetta er skárra en nasista jakki. Já, sko. Þetta er aðeins skárra. Þetta er erfitt. Þetta er skárra og herri upp að þetta er búin að gera aðeins. Þetta er samt fyrir herfitt, sko. Já. Þetta er að vera comedy. Ég verði til að sjá því með þetta dauðans alvara. Konur eru heim. Nei, bara þátturinn heitir þetta. Hann heitir þetta. Egill Einarsson kynnir. Þetta er þitt masterchef. Þetta er bara þinn þáttur. Þetta er svolítið vont nafn, sko. Bara þátturinn heitir þetta. Árið 2018. Út af ég líka, sko, ég elska að dúla mér í eldhúsinu. Ég á 600 krónar pottasett, sko. Já, ég veit aldrei notað, en já, og ég er... Þú síður kjúklingabringu, sko. Já, aðdóðandi masterchef. Slaka á Gordon, sko. Ég er mjög harður Gordon aðdóðandi. Já, ég líka. Mér skaman að dúla mér í eldhúsinu. Hætt að segja dúla. Mér skaman að elda. Já. Þannig að ég elda líklega meira á mínu heimili en konan. Já, mér er alveg sama. Svaraði spurningum. Mér er einu sem verið bóðið í matheimtíðin og þú eldaðir ekki þá. Hvað er matið þá? Já, þá var þú Mexíkos. Nei, ég er ekki góður í því. Ég er fínn í laxunum, steikinni. Já. En ég þarf svardrengir. Já, wow. Nei, þetta er ekki hægt. Nei, þetta er ekki hægt. Takk þess að 10 Getur þú komið eina spurningu sem er fræðilega möguleik að segja já eða? Mögulega kemur þriðja og síðasta spurning. Fyrir 10 milljónir króna í eingreiðslu. Jésús. Umslag. Myndirðu gista Getur ekki að skipta sér niður á mánuði? Nei, þú færði þetta bara beintinn á reikningin. Myndirðu gista heila helgi í Sabaneta fangelsin í Venezuela sem kosið var hættulegasta fangelsi heims árið 2017. Eina helgi? Já. 10 mikið? 10 milljónir. Í umslagi. Já, fyrir eina helgi, föstulega sunn. Já, bara eina helgi, já. Já, þetta er ekki Kvíabryggja, sko. Þú samt ekki að fara á Kvíabryggju. Ég var að tala um þetta var kosið hættulegasta fangelsi í heimi. Já, ég veit, sko, Rikki. Þetta er ekki göngutúr í jóga, sko. Ok, förum að sé við hver okkur er góður í fangelsi. Þú, Rikki, myndir endast í nanosekundu. Þú ert gæði sem þau myndu hoppa strax á þig. Hann er leikfangi í sturtukljónum. Já, það er bara, þú er hendust. Ertu að segja mér það að þú sem ert hvítari heldur en veggurinn hinn inni, einhverju vöðvar, þú ættir ekki breyk. Okkur er ekki breyk, við ykkur litla veginn sem vel að gæja. Já, ok. Ég myndi mæta þarna, vöðum mikill, ég var búin að tana, þess að hvað skanna, er ég hvað skanna hvítu núna? Það væri skrúðgang aftan á skýrhausnum, sko. Sko, málið er, ég vil meina það, þú mætir í fangelsi, það tekur alltaf cirka 1-2 mánuði að eignast óvinni. Já, ok, þannig að ég fer hann inn, út af því að ég fer hann inn og ég bara mind my own shit. Það er bara inn í klefa, les bók, ríf ekki kjaft í mötunetinu. Ekki eye contact við neitt. Já, horf ekki augun á neinum, löðrunga engan. Helgin klárast 10 kúlur for Richard. Já. Ég ætla ekki að vera leiðilegur við Egill Einarsson. Þú væri dauður eftir hálftíma í fangelsi. Það er eitthvað sem segir mér þetta. Þú myndir aldrei lifa helgina. Ég ekki frekar viðkvæmlega ná ekki. Já, svona, jú. Akkur ég dref með hálftíma. Ég myndi segja, hvernig er staðan? En ég kann líka öll trikkin hvernig það hagar í fangelsi. Flestir eru drefnir þegar þeir fara að hæja sér. Já, ok. Út af því að nei, sko, þetta er út af því þú setur á klóstinu buksunar á hælunum, þá er alltaf sparkað purni og þú getur ekki, það er ekki að slást buksunar á hælunum. Akkur finnst mér eins og hann sé að tala á reynslu hafi verið í Alcatraz. Þess vegna átt að fara úr buksunum og hæja þér með buksunar bara hengdar upp á snaga. Það er trikk. Ok, Prison 101. Þú myndir ekki endast í hálftíma. Ég ætla að sænaði minni þetta, Richard. Já, ég segi nei við umslæðinu. Ég er ekki byggður fyrir fangilsi. Sæði nei við öllu. Ég sagði nei við öllu, þú vannst. En það skeinir Tatman sér með 10 skona selum. Háleika við. Viking Brugghús kynnir stærsta tattoo-viðburð sem haldinn hefur verið á Íslandi. 90 heimsklassa artistar, tattoo-keppnir, pin-up-keppni og margt fleira. Dagana 31. ágúst til 2. september í Laugardalshöll. The Icelandic Tattoo Expo.
Tudor rafgeimar fyrir mótorhjóli, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is. Slástu í hópinn og byrjaði að æfa eitthvað skemmtilegt. Bardagaíþróttir, þrek, liftingar, jóga og margt fleira. Kynntu þér öll frábæru námskeiðin sem að hefjast í september á mjölnir.is. Mjölnir. Apótekarinn býður 15% afslátt af Voltaren gel í ágúst. Afslátturinn gildir af 100 og 150 gramma pakningum af Voltaren geli. Apótekarinn. Lægra verð. Stjórnin spilar á ljósanætuballi á Ránni. Laugardagskvöldið 1. september. Stjórnin. Eldbökuð snilld. Eldsmiðja. Álfur, purkur, teitur, naggur. Við framleiðum lausnir. Íslandshús.is. Í kvöld á Stöð 2, Asíski draumurinn og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. Crazy Stupid Love, dramatísk gamanmynd með Julianne Moore í aðalhlutverki. Og How to be a Latin Lover, sprengklægileg gamanmynd með Eugenio Derbez, Salma Hayek og Rob Lowe í aðalhlutverkum. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Kokk Robin í Hörpu þann 15. september. Tryggðu þér miða á þennan kynkimagnaða viðburð á tix.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. FM 95 Blö á FM 957, föstudagurinn 31. ágúst, síðasti dagur ágústmánaðar í stúdíónu Rikki G, Egill Einarsson og Horny Tat. Þú veist að börnuna sér að hlusta og þú kallar hann Horny Tat. Já. En áfram gakk. Egill, nú er ég að horfa á blaðið því ég var að vonast þess að ég geti sleppt þessum liðin. Við þurfum að eiga efni. Já, sko, við erum að færa spurningakefni. Nei, við erum með spurt og svarað. Já, ég veit, ég bara með lága gendu spurt og svarað. Hérna, eru við með trailer eða? Helst ekki. Nú er blöð í Ítalíu í góða heiminum, þannig að ég hlýtti ekki að fengi trailer, eða ekki? Má ég sjá, ég held þetta. Það er ekki eitthvað sekundur eða? Er þetta ekki 6 mínútur? Þessi er eðlulega lengst. And I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? Réttur trailer eða? Nei, þetta er ekki réttur trailer. Þetta er ekki spurningakefni. Er þetta ekki allir eins eða? Jú, þetta er svo heimskur ertu, Richard. Settur réttan trailer á. Þetta er bara því mér er ekki... Spurt og svara trailer. Hann er bara því mér er ekki til. Ha? Ég held sér búin að eyða honum. Vá, það er fólk all land sem fagnar. Ég er ekki verið leiðilega, þú áttu að læti reka þig. Do you have a problem? Þarna er hann. Do you have a question? Ég er með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég er feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég er 30 og sköllóttur, munu dögunar líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Þessi er alltaf stuttur. Kort er eftir þessu sko. Alltaf stuttur. Hann er búinn. Er það búinn? Já, það er. Vá. Það þarf að lengja hann. Alls ekki. Sko, þetta er mjög einfaldur liður. Fólk er í vesenni, fólk sendir í spurningar, við leysum vesenið. Þetta er basically segið sjálft. Og fólk allan heim í dag. Já, núna opnaði ég fyrir spurningar bara út allan heim. Erlendar IP-tölur. Og ég auðvitað að velja auðvitað spurningar. Og ég ætla bara að byrja á einni hérna. Hello, muscular man. I follow you on Instagram and you should put more topless photos in there. Þetta er Egill, ángríns. Ég held þú getur ekki orðið veikari. Má ég Já, þú fyrst þessa spurningu að senda í dag. Má ég lesa, má ég klára spurninguna? Já. I really enjoy your topless photos. Sometimes they arouse me. Er að koma spurning eða? Veistu Egill, þú þarft hjálp. Þetta er bara, ég er að lesa hérna. My name is James Pizarro and I am from Florida. James Pizarro from Florida, okay. When I heard you had Tatman in your show I just had to send a question. Ég er mjög vinsæll í Florida. Mjög mikið 43 gráðum sköllóttum mönnum sem er vinsælið þar frá Íslandi.
James Pizarro Thank you, James. Sko, eitthvað að segja James eða þetta James Pizarro. Já, er hann í kolumbíska landsliðinu? Lestu áfram. Fáið. Ég get þetta ekki. Mér er svo heitt í framan, þetta er svo vandrarlegt. Rosalega lasin. Okay, I own and run a pizza place here. Nei. What a shocker. Before that, I owned a sandwich restaurant. Það ótrúlegt. Ef hann sköllóttur, þá lokar Richard á mikrofónin. Okay. I used to have a lot of dark, beautiful hair. Akkurat. But that certainly went away. Já, allt í einu bara. And I am now completely bald. Hvað sagði ég, Ríkard? Þessi gæi, þetta er svo fyrirsjáanlega trúður. Það er ekki eðlilegt. Ég held ég að við lesa upp í spurningu áður en við byrjum þáttinn. Og það segir sko, hvað er vandamálið? No hair. Some hair maybe on the sides a little. Wow. When the hair went away, I just got me a lot of tattoos. Hann er flúra líka. I have a sleeve, like all the sexy football guys. I ran 10 kilometers in just over 2.5 hours the other day. That was my best time ever. 2,5 klukkutími? Já, þetta er frekar slagur tími, sko. Wow. Skreið þetta. My question is for you, dear Tatman. How is it physically possible for men like us to run 10k under 40 minutes, to one pizza owner to the next? Tell me the secret. Best James Pizarro. Frá James Pizarro í kolumbíska landsliðinu í Florida. Já, þetta er bara spurning frá. Já, hvernig menn eins og við, ég og James vinur minn í Florida, hlaupum 10 kilometra. Sem þú gerðir, undir 40 minnum. Undir 40 minnum. Hann hljópið á 2,5 klukkutíma. Já, sem fyrir að slagu tími. Þannig að það er alveg sama hvað ég segi við James Pizarro. Hann er basically game over, sko. Hann er basically game over, sko. Þó að fara á hjóli. Það er engin einhver svona ráðlegging í rauninni. Nei, hann er sköllóttur. The hair went away. Já, eins og það búið að koma fram. Já. Fór burst ökkun deginn. Þannig að þetta er engin laust fyrir James. Það er engin laust fyrir James í dag. Þá fyrir við bara spurningu. Og gaman að vita hvað ég vissi allir Florida. Hi big man. Hi big man. Já, ok. Hann segi, ég heiti Jens. Það er eitthvað Dani að standa í spurningu. Menn er í alvörinu. Þú veist. Já, ég heiti Jens. Ég get svo svarið, sko. Þú þarft eitthvað annað í hjálp í alvöru. Við síðast þessi var að koma á DK í fljótu bræði. Síðan segir hann, ég skal tala engelsk með mitt spörgsmól, segir hann. Wow. Og sem er þá vantilega ég skal tala ensku. Ok, allavega. My name is Jens and I am from Denmark. Ok, þannig er búin að skipta yfir í ensku, já. The question is for the main man, Richard. I have been watching him for a long time and he is my idol. My friends call me the Danish Richard. Danski Ríkard, já. I am very similar to Richard. Nú kemur það. Má ég lesa spurningunum á Jens í róliheitunum? Like him, I also have the physique of a donut. Akkurat. I once competed in a 100-meter sprint against the fattest comedian here in Denmark and lost, just like Richard did. I work at a radio station and sometimes as a part-time football commentator. Wow. Það bara speglast. So it sounds like I'm doing everything right, isn't it? Then why do people point and laugh at me here in Denmark? I go to the bakery and I am ridiculed. While Richard... I am ridiculed. Sem er hvað? Það er bara komið fram með þessu að sé... Já, bara ekki að grína um. While Richard is treated like a king when he walks in the bakery every morning. Okay. Why am I, the Danish version of Richard, a complete and utter failure, while the Icelandic Richard bathes in champagne every night and has a drawer in his living room full of cash? Nei. Hann er skúfi. Með venlig hilsen Jens. Ha? Með venlig hilsen Jens.
Hann er danskur sko. Herðu, hérna Jens, du skal have en stor Svaraði ensku bara í guðanabæn. Bara Jens, have a beer and chill. Og frábæri rálegging. Have a beer and chill. Já. And to our Danish friends. Herðu, fyrir bara í lag. Það held ég, FM 95 blöð hér á FM 957 og það svona það bil að koma að lokum hjá okkur í dag. Strákar, hvernig helgin ykkar? Það bara áfram Ísland. Herri, já, það heldur betur mikilvæg leikur á morgun. Það Ísland-Þýskaland. Já, það sem að stelpunar okkar, já, uppselt, takk fyrir. Stelpunar okkar geta tryggt sér inn á HM. Já, sem með sigri. Já, og sko en alvöru lið, notabenni. Já, en við unnum þetta lið úti. Já, sem málið er að sko, hérna, við erum og svo það séu hreinu, við erum severe underdogs í svo leik, sko. Akkur segir það? Ég bara segja staðrendina, þú veist, það er bara út af því að umfjöllun er þannig að það eru bara fullu völlur og völdum yfir þess að þjóðverja. Það sko, ef við skoðum betsíðunar, þá er stuðall 8 á Íslandvinnarleik, 1-20 á Germany vinni, samkvæmt betsíðum, þá eigum við ekki break. 1-20 er basically, það er Bettis 5 er basically að segja að Þýskaland vinnar leik svona 4-5-0. Það er það sem er að segja. Þannig að við erum underdogs. Þannig að sko Íslandíkur þurfa að mæta mökkaðar á völlinu morgun. Kolvitlusir. Því að þetta er ekki eitthvað svona fyllu völlu walk in the park vinnum Germany. Nei, það þarf alvöru stuðning. Já, það er bara þannig. Og alvöru pepp. Ég vil en þetta grjót harðar sko. En ég meina, heldur að þýsku stelpunar sé eitthvað að gera sér grein fyrir því hversu mikil stuðning verður á morgun? Það er fullur völlur. Já, sem er geggjað. Já, það verður húi verður kert vel í gangarna og 12 er alltaf kolvitlaus og það verður alltaf á 10. Og það eru með fanta lið líka, þannig að það er við unnar úti. Já. En hvernig er svona fyrir utan leikinn, strákar? Hvernig er svo bara kvöldið í kvöld? Það er slökunarhelgi hjá okkur félagunum þegar við ætlum að hella í okkur sötur nokkra laugardaginn 15. Þá ætlum við að alltaf þetta nú þá er sérst Liverpool Tottenham í hádeginu síðan United þannig miðandaginn og Breiðablik Stjarnan kvöldi, þannig að það er 3 leikjur einu degi. Heill að tekna upp Day of Fun. Það er Day of Fun 15. og fram á því eru við bara flottir. En ég meina, verður ekki pirrandi fyrir ykkur þegar Stjarnan lyftir bikarmeistaratitlinu? Ekki séns, blikarnir lóka sig. Já, við vonandi gerist það ekki. En þessi helgi verður róleg fyrir utan áfram Ísland, annars er hjá mér sko. Já. Þannig að, en þú Ríkar, hvernig er staðan? Herru, ég er bara að fara að drífa mig yfir í skaftalegina. Ég er að fara að lýsa stórleik AC Milan Roma í ítalska boltanum. Ítalski boltinu komin? Ítalski komin heim. Ertu the hardest working man in show business, Richard? Já, ég er ekki frá því. Ég er búin að vera í loftinu millir 10 og 1 í daginn og að preppa þáttið með þér. Var í loftinu millir 4 og 6 og nú er ég að fara að lýsa klukkan 6:30. Þannig ég get verið heim núna. Þetta DJ nótt líka? Nei, þetta ekki. Ég get verið heim núna, setta á Stöðu Sport og fengir Richard inn í stofu að lýsa Milan Roma. Hárrétt. Sem er alveg leikur. Þetta er geggjaður leikur. Já. Mæli með því, við þökkum eins og er kjallaði fyrir hlustunum í dag. Öddi og Steindi vera komnir aftur. Ég er næsta föstudag á samt Agli. Annars þökkum við kjallaði fyrir í dag og í góða helgi. Alvöru bragð af alvöru kólagrilli. Dirty Burger and Ribs. Bifreið.is, varalhuttir á verkstæði með allt fyrir þýska bifreiðar. Hágjaða varalhuttir og þjónusta í 18 ár. Láttu freistinguna eftir þér. Háber, prótein og vítaminrík Goji-ber. Hjúpuð dökku súkkulaði. Gómsæt freisting sem bragðir af. Útsölu lok. Alltaf 50% afsláttur af útsölu vörum. Æsver Magasín, Laugavegi 91. Haustmarkaður netverslana 1. og 2. september í Víkingsheimilinu. 70 netverslanir og frábær tilboð. Þú vilt ekki missa þessu. Garðs Apótek, einkareikið apótek yfir 60 ár. Garðs Apótek í leiðinni og land allt. Í kvöld á Stöð 2, Asíski draumurinn og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir. Crazy Stupid Love, dramatísk gamanmynd með Julianne Moore í aðalhlutverki. Og How to be a Latin Lover, sprengklægileg gamanmynd með Eugenio Derbez, Selma Hayek og Rob Lowe í aðalhlutverkum. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. FM 95 blöð, alla föstudaga. Digital